Reynir Már Sveinsson, Reynir, þú brosir fyrir eitt. Fyrsti leikur fyrir Þór hér á heimavelli og fyrsta markið. Hvernig var tilfinninginni? Þetta var bara magnað. Bara frábært og gaman að geta sett alveg mark, alveg slummu. Maður hefði nú getað potað inn allavega 2 í viðbóti fyrir áleikann. Það er gott að allavega datt eitt fyrir mann. Er líkur til að Afi gamli hafi brosað við stúku? Það er mjög líklegt. Mér finnst það heldur líklegt. Hann hefði brosað breytt. Það sá Stillans. Hæ? Það sá Stillans brosa. Það sá Stillans, það er gott. Þetta er mikill hlósari. Reynir, við skorum 4 mörk en við erum að fá okkur 3. Það er eiginlega kannski fullt mikið. Þetta var allt og mikið og mér fannst bara svona, það var bara einbeitingarleysi í föstum leikatriðum, svipað á móti Þrótti. Þetta við erum að gefa þeim 2 skallamörk bara þar sem við erum ekki að dekka mennina. Þú veist, þetta við hleyptum allt og nálægt okkur hérna í seinni hálfleik og vorum að gera þetta full erfitt fyrir okkur fannst mér. En getum við verið sammála það að leikurinn hafi nú verið samt, sko, við vorum betri. Þráttur það að þetta líti út bara einsmanns fórusta en við vorum betri. Algjörlega, áttum fyrir alveg alveg frá A til Ö og í rauninni smá einbeitingarleysi hérna í þessum 2 mörkum sem við fáum á okkur í seinni hálfleik en annars, þú veist, þeir fóru aldrei að sleppa í gegn eða fá neinu upplöf marktækifæri. Það voru alltaf föst leikatriði og Donni er búinn að vera að hamra á þessu núna alla vikuna við erum að dekka mennin eins og menn en það klikkaði hérna í þessum 2 skipti þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að bæta í næsta leik og þá held ég bara svo allir við færir. Er ekki komið til að fara að hlusta á hann? Ég held það. Já, maður þurfa að fara að skára honum aðeins. En þú er ekkert séð svo eftir að hafa komið hérna norður og fara að spila fyrir félagi sem Afi gamli er svo mikið fyrir? Nei, sjálfur er ég náttúrulega hérna norðan og við erum öll fjölskyldan hérna og þetta eru bara frábæri strákar og maður er búinn að smetla inn í hópinn alveg bara svo flýs við rass þannig að þetta bara gæti ekki verið betra held ég. Það var flott stemming í stúkunni og mjölusmenn flottir? Virkilega ánægður með þá, bara munar þvílíkt að hafa góðan stuðning á bak við sig og berja menn áfram á síðustu metrunum þegar maður er alveg að vera búinn að því. En það er stutt pása, það er bikarleikur svo þriðjudagskvöldi væntanlega á móti Tindastóli hérna heima. Já, algjörlega, það er bara erfitt verkefni og ég meina við spilum æfingarleik við það daginn og það gefur nú ekki alveg rétt að mynda því. Það verður nú komið töluvert sterkari til leiks núna og við þurfum bara að koma klárið í þann leik, það verður ekkit auðveldari leikur en einn annar. En ef að þið spilið eins og þið gerðu í dag, þá spiluðu mun betur núna gegn framheldur en gera móti Tindastóli? Algjörlega, sérstaklega í fyrri hálfleikurinn alveg frábæri okkur. Gáum engin færi á okkur og bara voru mjög fastir fyrir og flottir, þannig að þetta er rauninni eina sem ég finnst vera að klikka eru þessi helvítis föstu leikandri þegar við ekki að dekka mennina. Herru, við skulum kamera verið því, farið bara og leigja það fyrir næsta leik og þá erum við allir sáttir. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Donni Sigurðsson. Donni, enn og aftur er pínulítið að klikka að föstu leikatriðum. Já, en ef við ekki að segja þannig að við unnum leikinn þannig að það skiptir ekki máli. Ég ætla einmitt að fara að segja þetta, þú lest mig alveg eins og opna bók. Þetta var góði sigur og svona óþarfa spenna í lokin, við áttum eiginlega að taka það aðeins stærra. Já, mín upplifun var svo að við spiluðum mjög vel í fyrri hálfleik. Ég var mjög ánægður bara rauninni með spilamennsku liðsins út af vellinum og sköpuðum okkur fullt af færum og skoruðum mjög góð mörk sem úr atriðum sem við höfum farið vel yfir og strákarnir framkvæmdu með glæsibrag. Seinni hálfleiknum fannst mér við detta aðeins á hælana, samanskapi eru framarandi kannski núna, ég veit ekki, allir sé ekki bara seinni hálfleikslið, þannig að þeir komu grimmari í seinni hálfleikin og þeir náðu markið á okkur snemma sem að hleypti svolítið líf í þetta. Annars fannst mér við vera með tögl á haldir og þetta voru sanngjarnt úrslit, það finnst mér. Donni, það er sko á þess að fara neitt í mannigreininga álit hvernig með stóðu sínum vellinu, þá samt fyrir mig svona sem áhorfanda hérna niður á hliðlínu, þá vakti að mín athygli skemmtileg innkoma bæði hjá Gunnari Örvari og svo Reynir Má, hérna þessi drengur sem við þekktum svo lítið til, en þeir stóðu sér vel í dag. Já, ég bara geti verið algjörlega sammála þér og komið mér raunin lítið á óvart. Reynir er svona óþekkt stærð kannski því það veitir raunin ekki hver hann er og hann hefur lítið spilað í efri deildum en hann hefur staðið sér vel á æfingum og hann uppskar eftir því í dag og svaraði kallinu þegar kom að honum og rauninni og sami Gunnar. Mér fannst rauninni sko eins og ég sagði allt liðið heilt yfir spila virkilega vel í fyrra hálfleik og endilega ekkert nokkur sem stóðu upp úr, heldur fannst mér bara liðsheildin vera mjög góð og við kláruðum hennar leik í rauninni bara á brjálæri baráttu og menn hentu sér fyrir þetta og þeir algjörlega ætluðu að vinna og strákarnir eru allt hróskilið, þannig að það voru algjörlega frábærir. Donni, það er stutt pása, pabbi kemur í heimsókn á þriðjudagskvöldi, það verður slagur. Það verður bara mjög erfið leikur og virkilega verðugt verkefni. Stólarnir eru með mjög flott lið og búin að bæta þessi menn á undanförnum dögum og það verður bara, eins og ég segi, við ætlum að undirbúa okkur virkilega vel fyrir þann leik og tökum hann föstum tökum. Donni, ég trú okkur,
takk fyrir sigurinn í dag, takk fyrir skemmtuna, sjáumst á þriðjudagskvöldi. Sjáumst á, takk fyrir okkur.